takk fyrir að koma í þetta spjall til mín. Já, hérna fyrir það sem að þekka ekki til þín, hvað ert þú að fást við, hvað heitirðu, segja okkur aðeins bara af því sem er í gangi hjá þér. Já, ég heiti Mónika Janina Kristjánsdóttir og ég nýbúin að útskrifast í námi í Bandaríkjunum úr grafískri hönnun og fatahönnun. Ég fór fyrst og var svona student athlete og já, nú er ég komin heim og byrjað að vinna á auglýsingastofu hjá Pipar TBVA. Glæsilegt. Og hvernig ertu að finna þig þar, hvað ertu að fást við þar og hvernig ertu svona, þú ert bara búin að vera í nokkra vikur eða ekki að vinna þar? Jú, ég að læra á auglýsingabransan og markasetningu mikið og það alltaf aðeins öðruvísi en mér finnst það ógeðslega skemmtilegt að pröfa eitthvað nýtt og já, ég bara spennt fyrir framhaldinu. Þú varst í námi í Boston og nú byrði Reykjavík og við erum nýbúin að gerast vinir á LinkedIn. Já. Og þá sá ég í lýsingunni þig að þú talar að þú væri frá Þingeyri og og það þetta kynnustu fyrst og mér fannst það svolítið áhugavert að þú settir þetta í kynningunni þig og talar að þar hefur lært siglu og aga og varfærni og svona sko. Hvernig fannst þér þegar þú varst í Boston eins og það væri svona skipti máli að þú væri frá Þingeyri? Þetta náttúrulega Boston og Þingeyri mjög ólíkir staðir. Já, að vísu. Mér finnst samt sko að þegar ég var í Massachusetts og í Boston þá fannst mér margt vera mjög svipað heima í Þingeyri, bara eins og sjávarmenningin og allt það. En það auðvitað reisa stakk að fara frá 300 manna bæ yfir í, borg. En já, ég hélt alltaf að þetta yrði eitthvað erfitt en mér fannst þetta samt bara allt í lagi. Og hvað varstu gömul þegar þú fluttið til Boston? Ég var 19 ára þegar ég fór árið 2021 og þetta var svona COVID var svona að enda eða þannig innan gæsalappa. Þannig að það var ennþá svona strákareglur og ég fór á vegum íþróttastyrks í Blaki og var til dæmis að keppa fyrsta tímabilið með grímu allt tímabilið og já, en þetta var worth it. Ja. Hvað hélstu, talar að þú héldir að það hefði kannski myndi vera miklu erfiðara en svo reyndi þetta kannski ekki vera þannig eins og hvað til dæmis? Bara að aðlagast nýju umhverfi. Já, ég hefði búið í Reykjavík árið áður en ég fer út og mér þótti það mjög auðvelt aðlagast þar, þannig ég var svona alltaf að taka svona eitt stærra skref og já, ég held að fólki svona aðalega bara tók rosalega vel á móti mér og já, allir það sé ekki ástæðan að þetta hafi verið auðveldara. Þú ferð þarna á svona íþróttastyrk. Hvernig virkar það fyrir þá sem að skilja ekki hvernig svoleiðis er? Ég byrja á því að tala við fullt af svona agency og þeir að vísa mig á þjálfara og segja frá mér og stuðinni minni og vera að senda eitthvað svona vídeo og þaðan fór ég í viðtölu þjálfara. Þú hefur þá væntanlega verið bara mjög góð í Blaki og verið að æfa það að fullu og náðu langt í því? Já, ég var lengi á Þingeyri í Blaki það til að æfingarnar stoppuðu það því að það var bara fólksfækkun og færði mig yfir á Ísafjörð og komst þar mjög hratt inn í meistaraflokk og það var eini meistaraflokkurinn kvenna á þeim tíma og já, og fekk titla eins og var valinn besti leikmaðurinn og efnilegasti leikmaðurinn og það svona gaf mér svona sparkið að fara lengra með það og nýta íþróttina í nám. Frábært. Þannig að þú hefur einhvern veginn getað náð að
breyta því yfir í eitthvað svona námstyrk til þess að fara til Boston að læra? Já, ég reyndi að finna bæði góðan þjálfara og gott lið og sömuleiðis námið sem ég langaði að læra. Það talar að að það hafi orðið svona fólksfækkun á Þingeyri og þá hafi ekki lengur verið eins mikið svona blagmenning og við vorum að minnast á Sigmund Jemma áðan sem búin að vera svona aktífur í íþróttafélaginu á Þingeyri. Skiptir það máli fyrir ungt fólk að alast upp að hafa aðgang að svona íþróttum og hvað máli skiptir það og hvað gerði það fyrir þig? Ég held að skipta alltaf mjög miklu máli að vera með íþróttir og líka á þessum tíma þegar ég var að æfa þá var ég ekki bara í blaki, ég var alveg í fótbolta og í körfubolta og allt sem var boðið upp á Þingeyri og ég held að sé bara aðalega að fólk hittist og bara bæði krakkar að hittast eftir skóla eða já, ég er líka alveg með hvað segir maður, ég er mjög competitive með mikið skap í íþróttum og já, fannst gaman að hreyfa mig og já, Þingeyri hefur alveg átt svona góða höfrungur sem að Jimmy og Guðrún og þau eru búin að vera með hefur alltaf fengið svona gott tal og eins og bara í frjálsum íþróttum og annað. Einmitt. Þegar þú ert komin 19 ára til Boston og hittir aðra nemendur þar og liðsfélag í blakinu og það gerir ráð fyrir að fólk hafi verið bara allstaðar að úr heiminum jafnvel eða hvað, eða er þetta mikið fólk frá Boston? Já, það kom svona mest á óvart hvað eða fólk í Bandaríkjunum yfir höfuð hvað það er mikið bara fjölbreytni þarna, þannig ég var ekki alltaf eða skilur, það er oft það sem er bara haldið að Ameríka sé þessi ákveðna stereótýpa en ég var að hitta fólk bara út allt fólk frá Portugal og Dominican Republic og Puerto Rico og Þannig að það að vera frá Þingeyri var kannski ekkert skrýtnar en hvað annað í Bandaríkjunum í Boston. Já. Ég kunni allavega rosalega mikið að meta það. Já. En þegar þú ert að ræða við fólk þarna og ert að segja frá því hvaðan þú ert og þú veist úr hvað uppruna þú hefur, þú veist, hvernig er það samtal? Hvernig lýsir því fyrir fólki? Og hvað er svona það sem að fólki finnst skrítið eða áhugavert eða Fólki finnst það náttúrulega bara ótrúlegt að ég sé frá svona litlum stað til að byrja með og líka bara já, ég oft fengi að heyra að ég viti hvernig ég á að carry myself eða skilur og ég held að það komi rosalega mikið bara frá að vera uppalinn út á landi og kringum aðstæður þar sem maður getur ekki alltaf stjórnað, þú veist, bara eins og með veður og annað og það þurfa alltaf að vera skipulagður af því að það er ekki verslun nálægt eða hvað eina en já, fólki fannst alltaf flott að segja að ég væri frá litlum bæ og frá Íslandi auðvitað. Þannig að það er kannski þessi sigla sem þú varst að tala á LinkedIn eða þú veist þessi, já. Ég myndi segja það. Já. Ég er rosalega patient. Ok. Og tekur því bara sem að kemur. Ok, áhugavert. Þú talar að Boston sé svona sjávar staður, þannig að kannski á það ýmislegt sameiginlegt með Þingeyri eins ótrúlegt og það er að segja það. Og þú ferði í bæði hönnun og fatahönnun, ekki satt? Jú. Var það bara, er það algengt að fólk gera eitthvað tvennt eða var það, af hverju gerður þau bæði? Það sem að Bandaríkin býður upp á er að þú getur farið í fleiri greinar og útskrifast með B.A.-gráður í ákveðnum greinum, þú veist, í ykkur 4 ár og meðan inn á Íslandi þá held ég að það sé ekki þannig að ég man rétt og já, ég er svona manneskja sem vill eiginlega bara vera í öllu og langar að gera allt og mér finnst mjög erfitt að þurfa bara að vera í einhverju einu fagi og fannst það svona gefa mig meira svona creative space að
vera í bæði og kannski fá að svona tjá mig meira í list og kannski bara finna sjálfa mig betur. Og hvernig var þetta nám? Fannst þér fá mikið út úr því? Var eitthvað sem kom þér á óvart? Hvernig breyttist þú svona sem manneskja sem mjög góð í blaki, kemur frá Þingeyri og fer svo í hönnun og fatahönnun? Ég held ég hafi nú bara fundið mig sem hönnuð og ég hefði alltaf viljað fara í eitthvað nám lengra sem að tengir bæði grafík og fatahönnun og þá ég meina þú veist að líta á svona framtíðina og fram á við þú veist hvað í vændum og upplega langaði mig sem sagt í útskriftarverkefninu mínu að sem sagt kóða flíkur í gegnum tölvu og prenta út á 3D-armi en ég komst ekki svo langt, það kannski meira masters heldur en bachelors en það alveg 100% eitthvað sem langar að skoða þú veist seinna eða núna á næstunni. Segðu mér aðeins frá lokaverkefninu þínu, þú sýndi mér bókina en þeir sem eru bara að hlusta kannski veit ekki neitt, hvað varst að fást við þar og hvernig listur það? Já, lokaverkefnið mitt heitir Waterwool og ég var fyrst bara heima á Þingeyri og labba á ströndum og í fjörunni og fann þara sem var rosalega langur og þykkur og það myndi mig á leður og ég hugsaði að það væri mjög skemmtilegt að pröfa það áfram að gera einhverja tilraunir með efniviðinn og sjá hvort ég geti nýtta í fatahönnun og ég semst í Boston og að fara í fjöruna þar að tína bæði rusl og þara og fer heim og að gera alls konar tilraunir en kemst ekki beint að einhverju ákveðinni niðurstöðu þannig ég ákvað að taka inn annan efnivið sem var íslenska ullin, fékk styrk frá Ístaks og ég ákvað að þæfa heila fatalínu og svo skrifa ég svona rannsóknina mína í þessa bók sem ég gaf út og já, það þetta rosalega innblásið af sjávarþorpum víða heim og ég rannsakaði sérstaklega þaran hvernig hann hefur verið notaður í gegnum tíðina bæði í New England sem í Bandaríkjunum og Frakklandi og Englandi og það svona já, það alveg víst að þarna hefur verið notað alveg gríðarlega mikið en ekki mikið skrifað það hann var til dæmis notaður í svona insulation í húsum og það voru konur á 18. öld sem að söfnuðu þar á gerðu list úr því já, svo fann ég meira þess rosalega flotta mynd af konu, ég fór á hvalasafn í New Bedford og þeir áttu mynd af konu í þara kjól frá 1800 og eitthvað sem var svona, já fannst mjög gaman að sjá það og ég svona ákvað að halda áfram með þetta verkefni út frá því. Þannig að verkefnið var svolítið að svona endurheimta þessa sögu á notkun á þara í sjávarþorpum sem að kannski ekki skrifið niður en já. Algjörlega. Og sömulegis að tengjast bara sjómönnum í Boston og ég bætti fleirum textíl við eins og fisknetagerðir sem voru bara ónýttar og það kona sem í Alaska á sjó og hún safnar öllum þessum netum og sendir þetta síðan til Danmörk og ég fekk eitthvað frá henni og hafði með í verkefninu til að tengja söguna meira en já Af hverju heldurðu að þú hafi farið svona strax í upprunan þú veist, ég meina sömur kannski hefði farið til Boston og verið bara að pæla í ykkur allt öðru en þetta einhvern veginn svolítið svona nálægt þér hvaðan þú kemur og þú veist, þess sjávarþorpið og Þingeyri og þetta hvað heldur það sé? Að ég hafi farið aftur bara varandi þetta verkefni Til dæmis, já tengjast, já. Ég held bara að við erum svo tengt hafinu mér fannst það svona rosalega skemmtilegt
hvernig bara sama hvar þú ert í heiminum þá ertu alltaf einhvern veginn tengdi við hafið og svona sjávarútveg og hvernig fólk var resursfull á þeim tíma og já, að vera frá Þingeyri þá var ég alltaf mikið í fjörunni með ömmu og fann bara rosalega mikinn innblástu frá náttúrunni og bara veitandi það bara eins og pabbi minn var sjómaður og mamma mín vann í frystihúsi og þetta alltaf einhvern veginn nálægt manni þú veist sama hvert maður fer í heiminum ég veit ekki, mér finnst það allavega en já, ég held að ég hafi bara svolítið leitað heim þegar ég var að gera þetta verkefni og hef bara fundið eitthvað svona jafnvægi á milli Boston og Þingeyri bara, já, hvað þetta voru sveipaði staðir eða þannig Ég er ennþá að reyna að sætta mig við að þetta séu svipaði staðir en það er svona mjög áhugavert að pæla í því hvernig þeir eru það sko en eitt finnst mér áhugavert sem þú veist þú minnist á að pabbiðinn var sjómaður og mammaðinn var að vinna í fiski Þingeyri svona sjávarþorp þegar þú varst að pæla að fara í nám hvernig datt þér í huga að fara í hönnun og þú veist, var eitthvað þú veist, hafðirðu verið að fást við hönnun eitthvað sem unglingur eða fengi eitthvað tækifæri til að vera í því eða hvernig heldur þetta hafi svona verið innblásin að gera þetta? Ég hef alltaf verið mjög listræn síðan ég var barn bara aftur, þú veist, ég var vinkonan sem vildi bara fara í fjöruna tínast skeljar, málaðir og ég var bara góð en síðan kom smá pása þar sem að ég fór í nám bara í grunnskóla, eða ekki grunnskóla heldur í menntaskóla á Ísafirði og það var ekki búið þá upp á eitthvað svona lista áfanga fyrir á síðasta árunni sem ég útskrifast þá búið upp á eitthvað svona nýsköpunar áfanga og ég fann það bara svolítið þá að ég hefði kannski átt að halda meira í list og listgreinar og kennari minn sem að kenndi mig þennan áfanga var að mæla með eitthvað textílskóla í Noregi. Hver var það? Bryndís, já og ég hugsaði, ég ætla ekki að fara í textílskóla eitthvað og mér fannst það ekki náttúrulega spennandi en svo endaði ég með þetta lokaverkefni og það er náttúrulega rosalega mikil textíl að vinna með ull og annað. Það fannst ekki beint í textilskóla í Noregi en samt svona ekkert mjög langt frá. Já. Nú ertu fórstu í þetta nám í Boston og þú fluttir svo tilbaka til Íslands en býrð í Reykjavík og ert að vinna hjá auglýsingastofu. Hefur það hvarflað að þér að flytja aftur til Þingeyrar? Eða það ekki mögulegt fyrir hönnuði eða hvað færð þig til þess að svona hvað stýrir því hvar þú býrð og svona hvert þú ferð og svona með þess? Já, ég sá alltaf fyrir mér eftir háskóla að reyna að safna eitthvað meiri þekkingu í hönnun og að vinna innan fólk án að ég kannski færi að gera eitthvað svona meira sjálf. Mér langar að búa á Þingeyri og ég sé alveg fyrir mér að ég geta gert það í framtíðinni en eins og núna þá ég bara í Pipar og mér langar bara svipa eins og þú hvernig þú lyftir upp þorpinu með Blábankanum og það langar mér rosalega mikið að taka þátt bara í samfélaginu og vera að svolítið að leiða heima en já, ég finn alveg að ég ekki alveg tilbúin í það núna en þetta alveg eitthvað sem ég myndi sjá fyrir mér að gera seinna mér. Af hverju það? Hvað það sem kallar á eitthvað sem fyrir mannski sem ekki að alist upp á Þingeyri til dæmis? Hvað merkingu hefur það fyrir þér? Ég held bara að það svo mikið að vera akkurat núna í heiminum í dag og ég held að fólk sé alveg hlindi að fara í rólegheit eða skilur og bara geta kúplað sig út
það eru svo mikil forréttindi að vera á stað eins og Þingeyri, bara bæði öryggi og bara gæði við að búa út á landi og geta bara farið út í náttúruna og sömuleiðis verið í þorpi þar sem að samfélagi rosalega bara svona tætt ensku núna samheldið kannski já, svona samheldið og þar sem ert bara alltaf nágranna til nágranna að hjálpa hvort öðru að og já, það er rosalega mikil gæði í því að geta litið í kringu sig og bara aðstoða hvort annað. Er það þannig í Boston? Sko, á campus þá kannski já, en út fyrir Boston þá ertu svolítið bara einn í heiminum eða þannig. Það er kannski ekki allir sem að vita hver þú ert eða þú þekkir ekki alla, en það sem er skemmtilegt við Boston er að þetta er svo mikil stúdendaborg, þannig að mikið af ungu fólki, en á Þingeyri er kannski eftir á móti ekki eitthvað svo mikið af ungu fólki, en mætti vera meira af. Já, en ég held að þetta sé alveg 100% draumastaður til að ala upp börnin sín og fjölskyldu og já. Þú talar samfélagið og svona samheldni og svoleiðis og eitt af svona þeim verkefni sem að er að sjá eftir þig á netinu eru svona hönnun sem þú hefur gert fyrir svona stofnanir og félög innan Þingeyrar eins og björgunarsveitina og svo framvegis. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins frá hvaða verkefni þú hefur gert og hvernig það var fyrir þig að vinna með þessum aðilum? Ég auðvitað alltaf stolt að vinna með Þingeyri og fyrir fólki mitt, þú veist. Ég byrjaði held ég hvort það hafi ekki verið bara í Blábankanum þar sem ég er að gera einhverja viðburðahönnun, bara plaggöt og annað fyrir sumari á Þingeyri og síðan eftir það þá fékk ég bara fullt af verkefnum og þá fór boltinn að rúlla og ég var að fá alls konar verkefni ekki bara á Þingeyri heldur en líka inn í bænum og fór þaðan í sem sagt að gera merki fyrir björgunarsveitina. Það var fyrst keppni, svona logokeppni og þeir ákveða að velja mitt logo og núna er ógeðslega gaman, eða var líka gaman fyrir mig að vera á fyrsta ári í háskóla í grafíska hönnun en eiga síðan logo á snjósleðum og bílum og bara á fánum heima. Já, það er mér mikill heiður að eiga það logo í mínum heimabæ. Ég velti fyrir mér, kannski er það ránt og ég meina kannski hefur ykkur aðra skoðun á þessu en á svona smærri stöðum þá er einhvern veginn það vantar fólk til þess að gera alls konar þannig að stundu fær maður einhvern veginn tækifæri til þess að gera alls konar sem maður fengi ekki endilega á stærri stað, þú veist, ef maður er á Þingeyri þú veist, það vantar einhvern til að kenna, það vantar líka einhvern í slökkviliðið, það vantar líka einhvern, þú veist, ég segi stundum frá því hvað ég var hissa þegar ég var beðinn að koma í slökkviliðið, þú veist, ég hef aldrei datt í hug að ég geti verið eitthvað svona að gagni eða myndi kveikni í. Ég endaði reyndar ekki á að fara í slökkviliðið, en mér fannst það bara ég var mjög hissa yfir því og þú veist, það myndi aldrei náttúrulega neitt koma upp að mér að Reykjavík og beðið að koma í slökkviliðið. En þú veist, hefur það einhver áhrif á hvernig maður mótar það manni eitthvað, þú veist, sem maður fer svo 19 ára út í heim? Já, ég finn alveg hvað ég vil alltaf taka þátt í öllu og vil ekki missa af og svona, en á staðir svo Þingeyri þá held ég það skiptir bara rosalega miklu máli að vera til staðar og vera þar fyrir fólkið og bara nýta það sem við höfum, bara öll kunnáttan sem að er á Þingeyri, þú veist, við erum bara svolítið að nýta hvað maður segir, já, við bara hjálpum stað, þetta er eins og ein stór fjölskylda í rauninni og já, hvernig það hefur mótað mig, já, ég myndi segja að ég væri alveg rosalega hjálpsum og alltaf til staðar þegar fólk þarf á mér að halda eða
mjög fljót að bjóða mig fram í eitthvað og ég held að það sé bara svona í eðlunu að vera í svona litlu samfélagi að maður vill bara vera til staðar og vill gefa tilbaka, skilur að því að skipti máli einhvern veginn og já annað sem þú talar svolítið maður svona heyrir svona orðin sem maður notar, það þú veist að nýta það sem þetta staðar og tala líka þú veist að tala lokaverkefnið þitt það notar einhver svoleiðis orð líka sko kannski svona umhverfislegu sjónarmiði þú veist að eins og það að skoða eitthvað net eða eitthvað hráefni sem eitthvað sé ekki bara nota rosalega mikið eða eitthvað þannig er þetta mikilvægt fyrir þér eða er þetta eitthvað sem þú ert að svolítið að pæla í? Já, ég persónulega mjög hlynnt að vera eins sjálfbær og ég get bæði bara umhverfislega og líka bara með fólki í kringum mig já, ég vil meina það að það er hægt að leysa margt bara með því sem við höfum bara eins og þetta með þarann þú veist, við eigum endalaust á þara og þarinn verður svona að einhverju tákni fyrir sjálfbærni af því að hann tekur við mikið af kolefnisspori jarðarinnar og gefur tilbaka miklu meira en tré til dæmis og já, svona nokkra leiðir sem ég hef hugsað mér að fara þegar ég myndi fara sérst aftur til Þingeyrar ef ég myndi gera eitthvað tímann að þá geti þarinn orðið eitthvað svona tækifæri til að vinna með á Þingeyri bara svipað eins og Arctic Fish er að gera með laxinn já, af hverju ekki að skoða þarann og annað sem er í sjónum heldur en bara fiskinn, eða skilur en já, ég tel mig vera mjög sjálfbæra og bara nýtna maður velti fyrir sér sko þú veist, það er auðvitað hægt að panta alls konar á Þingeyri þú veist, það er hægt að kaupa ýmislegt en það er samt minna af þú veist það er minna samfélag, það eru færri verslanir, það eru færri þjónustur og svo framvegis og það er einhvern veginn maður þarf einhvern veginn að nýta það sem er til og þá sem eru til staðar og einhvern veginn gera það sem hægt er úr því sem er til staðar þú veist, er þetta einhver leyti kannski skapandi kraftur eða einhvers konar ofurkraftur kannski að hafa þetta attitude? Já, ég hugsanlega það er náttúrulega mjög krefjandi að vera ekki með aðgengi að öllu eins og hér í Reykjavík og sömulegis í Boston og ég held að þegar eitthvað er krefjandi þá þarftu að leysa skilurðu og þú bara finnur þína lausn saman hvað þú ert og já, það er eflaust erfiðara á Þingeyri eða í litlu bæjarfélagi heldur en hér og já, kannski bara að svona problem solving við séum svolítið góð í því bara Algjörlega glæsilegt hvernig er það í nývinnunni og er eitthvað svona sem þú ert að læra hér í þessu sem að þú ert ekki búin einhvern veginn að ná í Boston eða Þingeyri og svona hvernig sérðu svona næstu ár fyrir þér eða hvert langar það stefna? Ég er búin að vinna núna í kannski 3 mánuði og bara ég er rosalega þakklátt fyrir fólki sem ég er að vinna með og sömulegis bara viðburðina sem ég fengi að fara á. Ég er svona tiltölulega nýlega búin að lenda eftir Boston. Ég er náttúrulega búin að vera á rosalega miklu flakki fram og tilbaka og ég finn það núna að ég er svona uppfarin að ná mig niður eftir allt þetta og útskriftina sömulegis og ég held að ég vilja alveg doka við í einhver ár og mögulega fara aftur út. Það er eitthvað sem að kallar alltaf á mig að fara aftur út og ég veit ekki, ég er hálf pólsk líka og alveg frá að ég var krakki þá fór ég öðru hverja ári til Póllands með móður minni og já, kannski það sé bara eitthvað svona í eðlunni mín að vilja bara vera á nokkur stöðum í einu. Jú.
Læslegt. Og einhvern tímann kannski þingari eftir. Já, vonandi. Heyrðu, frábært. Eitthvað sem þetta er í hug sem vilt bæta við? Eða ég er búin að ykkur spurning sem að ég hefði endilega átt að spyrja. Ég fatt að eftir að þegar varst að tala hvar ég að af hverju ég hef tekið þessa leið í hönnun og annað, það var í rauninu bara út af COVID. Núna ég hugsaði tilbaka af því að það var ekkert að gera og ég var á besta stað í heiminum á Þingeyri í COVID, þar sem að ég hafði allan tíma til að bara hanna og leika mér í list og já, ég hafði svo mikinn tíma til að gera eitthvað fyrir mig og ég ákvaði að kaupa bara risastóra striga og mála þá og það var svolítið svona momentið þar sem ég hugsaði, ok, ég get actually gert þetta. Hafði sýningu og ég seldi hann alla út, bara öll listaverkin frá COVID-árunum og já, og það var svolítið svona sem svaraði mér eða sagði mér að fara lengra í þetta og í staðan fyrir að vera að mála þá ákveði að fara í grafíska hönnun af því að já, það var svolítið talað niður að vera eitthvað að mála af því að ég myndi ekki græða því eða eitthvað en já, það var svona leiðin sem ég tók. Já. En þetta að láta sér leiðast innan gæslabæ eða kannski lést þér ekki leiðast þegar það hafði ekkert að gera, þú veist, maður hefur svo ótrúlega oft heyrt þetta frá ungu fólki hvernig eitthvað byrjaði. Já. Þú veist, það byrjaði einhvern veginn þannig að það var bara ekkert að gera það fór að gera eitthvað. Maður þarf oft bara að finna eins og Þingeyri, ég gat ekki farið í bíó eða í keilu eða eitthvað, maður varð bara að vera svolítið kreatífur, þú veist, ég tala bara sérstaklega eins og með Simbahöllina, annað kaffihúsið heima, það var svo ógeðslega gaman að vinna þarna af því við vorum alltaf bara á hverju kvöldi að gera eitthvað, eins og bara að vera með varðeldi eða eitthvað, þú veist, spila kvöld eða þú veist, það var farið að labba út á golfvöll og spila golf og það var labbað upp á fjall til að horfa á sólsetrið og þú veist, alls konar svona sem svo rosalega gefandi og já, ég mun alltaf kunna að meta að geta bara fundið út úr í einhvern veginn, bara að finna að hafa gaman, eða skilur finna eitthvað til að gera, annað en að vera hérna. En þegar þú veist að ræða þú veist, lífsgæðin eða kostina við það að vera á staðins og Þingeyri og af hverju fólk myndi kannski vilja flytja þangað eða þú myndi vilja flytja þangað seinna eða eitthvað svoleiðis. Er þetta eitthvað að þú veist, af því að það ekki svo mikið í boði að þá neyðist við til þess að búa eitthvað til fyrir ykkur sjálf og láta eitthvað gerast og það einhvern veginn verður svo skapandi. Já, ég allavega veit að þú veist, það þarf heilt þorp til að koma ykkur í gang eða gera eitthvað, en ég veit að þú veist, það margt búið að breytast síðan þá, það alveg leiðilegt eins og með ég segi bara eins og með sjoppuna, skilur við erum ekki lengur með sjoppu og það svona eins og með bæjarhátíðarnar, þetta svona á smá niðurlið myndi ég halda eftir COVID en það vantar, ég myndi segja að það vantar eitthvað svona kraft núna á Þingeyri og kannski það því að það bara ekki mikið á ungu fólki, kannski það því að það bara eldra fólk en já, það gaman þegar fólk tekur sér saman og gerir eitthvað fyrir bæjarfélagi og fólkið sitt. Þegar ég bjóð þarna, þá var ég svona 36 ára, eitthvað svoleiðis, 7, 8 og þá voru unglingar eins og þú, nokkrir, en á milli 35 ára og unglinga, það voru ótrúlega fáir. Þú veist, ég ætla ekki að segja að það var engin, en þú veist, kannski 1 eða 2. Og það þetta af því að fólk, þú veist, flytur til Boston í nám eða til Reykjavíkur að vinna í Pipar eða eitthvað svona, þú veist, stöðum sem myndir ekkert vera að gera það á Þingeyri. En það mitt verður þetta til þess að, þú veist,
það pínulítið þessi aldur þar sem að fólk ekki komið börn og þú veist að fullt í eitthvað sem að þú hefur tíma til þess að starta ykkur nýri hátíð eða Nei, Já, ég hugsa bara það ofta sem að í svona litlum bæjarfélagum að þá lendir þetta oftast á sömu einstaklingana en að geta bara svona hliðra til og fengið nýra fólk inn og fengið að svona skipta að það myndi muna alveg helling en já, það er alveg til að eins og Jimmy, þú veist, hann hefur oft staðið uppi fyrir dýrafræðdaga og eins og höfrung og allar íþróttahátíðarnar en það er mjög erfitt að vera alltaf svo sami í því öllu já, bara hvetja fólk til að taka þátt og vera til staðar fyrir samfélagið sitt í rauninni til að halda því lifandi sem fólk hann það gerir, þú veist, ótrúlegt nokk, en þannig að það bara ekkert svo margir Nei, þú veist þannig að það bara viss mikið hægt að gera ég man einhvern tímann voru dýrafjarðardagar og það er alltaf þannig að það er ein gata sem gerir súpu og einmitt gatan sem að Blábankin var í þú veist þú voru eiginlega bara sumarhús skilur, þannig að það voru bara tveir sem gerir súpu þannig að þetta virkar ekkert lengur en hvað þyrft að gerast sem bara hönnuður sem skapandi mannskja þú veist, ef þú hugsaðir þetta frá kannski hefur ekki hugsað þetta en bara þá setja bara on the spot, þú veist, ef þú fengir þetta verkefni í hönnuðarskóla, hvað þyrft að gerast til þess að þessi kynslóð frá þú veist, 19 til 35 ára væri á staðnum og gæti verið þarna þú veist, hvað Já, ég held að væri bara mjög gott að líta í kringu sig og saminast eins og bara Flateyri eða hinn þorpin sem í kring að draga fólk þaðan bara á einhverju viðburði og sömulegis bara fólk úr bænum þess vegna af hverju ætti þetta ekki vera hátíð fyrir fólk í bænum eða unga fólki hér þetta er alveg eitthvað sem að mig hefur langað að taka í hendunar mér langað að vera í þessu í fyrra En það er dýrafjarðardagar en bara svona almennt, þú veist, mannlífið að það er, þú veist, kannski maður bara að vera eitthvað annars staðar á þessum aldri sem þú ert, ég veit það ekki, kannski er það bara besta mál, skilurðu, en maður velti fyrir sér sko, hvað myndi skapa aðstæða til þess? Já. Ég bara veit það ekki sko ég held að vandamáli sé ekkit bara vandamáli er ekki að það vanti húsnæði eða eitthvað svoleiðis að það bara ég veit ekki hvernig maður á að draga inn eitthvað yngra fólk til þingjarar en það var auðvitað skemmtilega fyrir fólk eins og mig eða væri meira af ungu fólki Það væri auðveldara að vera ungur og þingir eða væri fleiri ungir Já, ég myndi halda það eitthvað sem að þú getur tengt við og fleira Skilja Glæsilegt Við erum að tala saman í 40 mínútur þetta er bara komið mjög gott en það má samt bæta ykkur við ef þetta er eitthvað hug en þetta var mjög gott þetta síðasta samt Sömuleiðis, takk fyrir þetta spjall Takk kærlega